Komið sæl og blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Ég sagði við gestinn þegar ég talaði við hann, líðið þér betur eða er kalt frekar en heitt. Þetta er mikil fjallamaður, Smári Sigurðsson heitir hann. Hann er formaður Landsbjargar og hefur starfað í björgunarsveitum á Akureyri, ég veit ekki, áratugum saman. Hann er garðyrkjufræðingur held ég bara að mennt. Við hittum hann hérna eftir augnablik. Smári, vertu velkomin. Takk fyrir. Það er hávetur, hefur verið kalt og snjóar því háungur svolítið. Líður þér betur í kulda heldur en hita? Nei, ég sé nú sér ekkert. Mér er ekkert gaman að vera kalt en ég á góðan búnað, þannig að veturinn er bara mjög spennandi en það kannski hefur nú snúist meir það að ég er garðyrkjumaður og vann þá svona meiri vertíð yfir sumarið og brjálað að gera yfir sumarið þannig að ég hafði þá betri tíma yfir veturinn til að ferðast. En mér finnst bara allar ástíðir jafn spennandi. Það kom alltaf ný tækifæri með hverri ástíð og þá kemur svona einhverja nýjar áherslur og nei, ekkert eitt betra en annað en veturinn er heillandi. Já, er það? Já. Og hvað er svona mikið heillandi við hann? Ertu þá á skíðum, ertu á vélsleðum eða hvað er þetta að gera? Já, ég er á skíðum og fjallaskíðum og ég er á sleða og ferðast líkum á jeppa þannig að ég reynir nú bara að grípa svona þær gæsir sem gefast en já, ég bara finnst svona útilíf heillandi, spennandi. Hefurðu farið eitthvað á fjöll núna í vetur? Mjög lítið, aðeins, en allt og lítið og það kannski hefur verið núna undanfarin ár, þá hefur svona aðeins dregið úr þessu, ekki af áhugaleysi heldur kannski hafi verið aðeins minni tími aflögu í ferðalögu en alltaf reyni ég. Er það þá kannski formennska í Landsbjörg? Já, Björgu, eða hvað? Já, Landsbjörg til við beigjum þetta nú rétt. Já, það er nú heila máli. Það er ég þarf ekkert að hafa neina áhyggjur af frítímanum, það er að segja ónotuðum frítíma. En hvað starfarðu? Ég er garðyrkjumaður eins og kom áðan, en ég er framkvæmdastjóri í Kirkjugarðana. Já. Hérna á Akureyri og er búinn að vera þar núna akkurat í 20 ár. Þar þarf nú að vinna hvenær sem er á árinu og hvernig sem veðrið er. Já, já. En ég er nú svo heppinn að í þessu eins og mörg öðru en þá er ég með menn í því og konur að vinna fyrir mig. Ég er meira svona skrifstofugarðyrkjumaður þar sko. Þannig að ég svona held nú meira stjórnun og pappíra og allt það. Þannig að mitt starfsfólk segir að ég þurfi aldrei að fara til garð nema þegar það er gott veður. Þá þurfi ég allt í einu að gera mér erindi en þess utan sit ég bara inni. Já. En já, ég skipt með starfsvettvang. Ég var garðyrkjuverktaki. Hér á árum áður með fólki í vinnu og þá var vertíðin mest yfir sumarið og minni yfir veturinn. Ferðu bæinn og skoðar og segir, þetta er fallegt, nei, heyrðu, nú þarf að gera eitthvað í þessu. Já, en ég er ekkert að tuða við þessu samt, en ég hef auðvitað áhuga á þessum umhverfismálum og skoða og hef skoðanir og ég er ekkert að tuða í öðrum, ég bara væli þá í sjálfa mig bara. Áttu garð sjálfur? Ekki lengur, nú á ég bara, ég vann nú í einbýlishúsi með garð og það var ekkert ákjósanleg stað að fara að vinna í lóðinni heimi á sér þegar maður kom heim á kvöldin. Nei. En nú er ég svo heppinn að ég er í raðhúsi og það er bara einn stór pallur sem ég þarf að sópa, pláss fyrir mig og fjölskyldun og grillið. Já. Þannig að það er engin garðyrkjustjóri heima. Nei. En svona starf í kirkjugarði eins og þú kannski væntanlega hefur byrjað á þegar þú ferð þangað, í hverju felst það aðallega? Þetta er lögbundið hlutverk garðana er náttúrulega að taka grafir og hirða garðinn. Þannig að þetta snýst nú það og þetta eru 2 garðar hérna á Akureyri, Lögmannshlíð og á Naustahöfðanum. Og það er ansi mikil umhirða sem þar fer fram yfir sumarið og markmið er að hafa þetta snyrtilegt og fallegt. Þarna eru 9.000 leiði þannig það er ansi mörg minningamörk sem þarf að klippa í kringum og slá í kringum og svo náttúrulega þetta reglubundna sem enginn kemst hjá, það er að taka grafir og ganga frá þeim og viðhalda þessu. Ertu þá með hóp fólk sem að gengur með klippur eða einhver tæki og slæðir í kring og þess aftur? Já. Þetta er mikil vinna. Við fjölgum náttúrulega yfir sumarið, þá erum við með svona 14-15 sem við bætum
til viðbótar í hópinn og erum með 5 fastráðna starfsmenn út í garði árið kring, það er snjómokstur og allt þetta og viðhaldið þetta á vélum og verkfærum. En þetta ansi líflegt yfir sumarið og mikil törn að halda garðinum snyrtilegum og ég held okkur takist ágætlega með það. Ykkur tekst gríðarlega vel, ég mun að segja eins og ég fenn nú tiltölulega oft þarna upp eftir og ykkur tekst vel til. Já, við hefum bara verið heppið með starfsfólk og það hefur verið ásókn í að koma til okkar og við fáum sama unga fólkið aftur og aftur og við erum bara með flott lið og þetta unga fólk sem hefur komið hefur bara svona að öllu jöfnu verið alveg framúrskarandi fólk, verkfólk. Smári, eru einhverjar ákveðnar reglur við það að taka gröf eða ganga frá gröf? Já, ekki að öðru leyti því að maður bara reynir að sýna öllum störfum í garðinum virðingu en síðan eru þetta svona ákveðnar reglur stærð grafar og dýptina og hvað hann á að vera og svo framvegis, já. Hvað er gröf, sko, hvernig standardgröf, getum orðað svo, hvað er djúp? Hverjum legstað úthlutað ákveðin lóð, bara svona eins og byggingarlóð, að legstaðurinn sjálfur 2,50 x 1,20 ef það er kista. Gröfin örlítið minni, þannig að þú mátt ekki byggja á allir í lóðinni. Nei. En síðan þetta bara eins og sagt í bíómyndunum að það á að grafa 6 fetin eða það þarf að vera eins og segir í lögunum fullur metri á kistulok. Fullur metri á kistulok? Já. Þegar það er búið að ganga fram. Já. En sko, þegar þú ert að byrja, var þetta handgrafið? Nei, það voru komna vélar. Já. Og í görðan hjá okkur og þessum stóru görðum þar sem eru svona margar greftranir, við vorum með 140 greftranir á síðasta ári sem meira heldur en á hvern vinnudag, stundum 2 á dag, að þá náttúrulega alveg ótækt að þurfa að handmoka þetta allt saman. Já, það var gert? Það var gert, já, en í dag garðurinn hannaður þannig að við höfum vélar, svona sérhæfða vélar til að gera þetta, en víða í sveitagörðum þetta tekið á höndum og það bara því að ekki hægt að koma vélum að. Já, en Smári, það hlýtur að þurfa að velja garð vandlega bæði upp á staðsetningu og svo líka hvernig jarðvegun er. Já, það var ekki alltaf að hugsa það þegar var verið að úthluta landi undir kirkjugarða að það var endilega grafarhæft land. En núna þetta bundið í lög að sveitarfélög eiga að leggja til land undir kirkjugarð og kvöð það í þessum lögum að landið sé grafarhæft, það er að segja að það sé búið að ræsta það fram og það sé hægt að taka grafir, það þurfi ekki að sprengja fyrir hverju gröf og svo þannig. Nei, en þetta gott stæði eins og sko aðal kirkjugarður Akureyrar í dag á Nöfinni? Þessi garðurinn búinn að vera þarna í rúmlega 150 ár. 150 ár, já, og það er svona misjafnt sem það er stutt á móhellu og ekkert verið grín í gamla daga að taka þetta á höndum, en í dag með nútíma vélum þetta nú ekki flókið. Nei. Og svo þegar athöfn er lokið, hvað þá? Þegar athöfn er lokið og líkvildin og gestir farnir úr garðinum, þá kemur mitt fólk og mókroni og gengur frá á eins snyrtilegan hátt eins og hægt er. Síðan þarf gröfin að síga og tekur svona árið, allavega 1 vetur og sumar að síga og áður en að við síðan tyrfum yfir. Já, fjallamaður eins og þú segist vera. Ég veit að þú fórst siglandi til Grænlands. Já. Á skútu. Já. Ég nú svo heppinn að góða vini og félaga sem að draga mig alls konar ævintýraferðir. Og þetta var eitt af því að það var að ég fekk kost á að sigla með félögum mínum á skútu upp í Scoresbysund og upp í þorp þar sem heitir Ittoqqortoormiit sem nyrsta byggðabólið á austurströnd Grænlands og við sigldum þangað upp eftir og sigldum svo inn í Scoresbysund sem nú stærsta fjarðakerfi heims. Það er ekkert sund. Nei, þetta er ekkert sund. Þetta er nefnilega ekkert smá fjörður og þetta er lengsta fjarðakerfi í heimi. Og við sigldum þarna innan ísinn og áttum alveg frábæran túr, vorum í einhvern rúmlega hálfa mánuð. Og við ákváðum þá að við myndum kynntumst veiðimönnum og vorum með þeim þar sem þeir voru á sauðnautaveiðum og veiða náhval. Og við ræddum það að við vildum fá að kíkja á það vetri til. Já, þetta var á sumri? Þetta var á sumri, þá sigldum við þegar ísa leysti í byrjun ágúst. Og við komum upp eftir leið á vorskipið, þá var vorskipið að koma með vörurnar í byrjun ágúst. Svo kemur haustskipið til þeirra í október. Já.
Já, og við síðan hérna ákváðum að við ætlum að prófa að upplifa þetta á vetri til líka og fórum í fyrra. Fórum í túr með þarna veiðimönnum á hundasleða út á ísinn og yfir í næstu firði og það var líka ævintýri. Já. Þið farið og kynnist fólki, var búið að skipuleggja það eða bara fóruð þið og hittuð fólk? Já, þeir félagar mínir voru búin að sigla þarna upp til 2 svar áður og höfðu þá hérna fóru þá með þeim og veiðar á Sauðnaut og svona áttum tengsl við, já, og skipstjórinn á skútunni, hann var nú búinn að vera í svona persónulegu sambandi við eitthvað hluta af þessu fólki áður, sko. Þannig að þar sköpuðust nú svona tengsl og já, og við höfum átt heimboð þarna í heimahúsi á þeim og fengið að njóta þeirra gesturýstni. Hvernig þetta? Þetta náttúrulega bara venjulegt fólk eins og við, en Já, þetta já. alið upp við svolítið aðrar aðstæður heldur en við og hérna dálítið öðru vísi margt. Sérstaklega kannski varðandi umhverfið og þar ekkert mál þegar þvottavélin bilar að þá henni bara hent út og svo kemur ný og svo bara þarna gamla þvottavélin hann úti í grjótinu. Kirkjugarðurinn þarna var dálítið Já, það einmitt það, já. Ég fór í það. Þar sko bara, þetta bara klöpp. Það ekki jarðvegur þarna. Og þar bara á sumrin þá bara sprengt rás í klöppina og svo settur svona kassar onni fyrir hverri gröf og svo bara fyllt í aftur. Þannig að þeir eiga í raun og veru bara grafir og lager fyrir veturinn. Já. Og þarna ekki tekið frá fyrir maka en eitt þannig, það bara raun og veru grafið, bara jarðsungið þarna eða jarðsett bara í röð. Já. Þetta var alltaf öðru sem það lítil umhyrð á þeim garði. Já, og er einhver mól til að moka onni eða Nei, bara grjót? Bara grjót. Já, hvernig list þér á þetta? Já, þau þekktu ekkert annað og þeim fannst þetta eðlilegur hlutur þó að þetta hafi verið svolítið framandi fyrir okkur, sko. Já. En já, þetta fannst þeim bara að vera eðlilegast og þau þekktu ekkert annað. Fara dýr í þetta eða eitthvað svoleiðis? Nei, það held ég ekki. Nei. Það held ég ekki. Þannig að sést inn þetta, sést í gegn eða? Nei, þetta náttúrulega þau sprengja rás onni í klöppina bara alveg onni í 2 metra, sko. Þannig Já, að nú þetta svo djúpt. Já. Og hérna svo bara í raun og veru að því þeir í raun og veru fóðra skurðinn svona með svona kössum og búa til grafir í raun og veru og svo fer bara grjót ofan á þessi afgangurinn af þessu sprengi grjót í ofan. Já. En fóruð þið á veiðar með þeim? Já. Hvernig var það? Við fórum reyndar ekki núna þegar við sigldum þarna upp til þá fórum við ekki með þeim heldur þá hérna komu þeir bara með bráðina þar sem við vorum með sauðnaut og við fengum hjá þeim sauðnaut að hérna en þeir, hérna, við gátum fengið hjá þeim náhval, fengum nú reyndar hjá þeim svona þurrkaðan náhval að smakka, mér fannst það ekki sérstakt. Þú voru ekki fengið tönnina? Við gátum það ef við vildum, en þeir mega ekki selja þetta, sem nú svolítið skrítið því að þeir mega veiða náhval, þeir mega veiða ísbjörn, 35 dýr, en þeir mega ekki selja afurð þeirra. Já. Sem svolítið sorglegt vegna þess að náhvalstennur eru svona kóngagjafir og eftirsótt, en við máttum í raun og veru ekki taka þær með okkur. Þú máttir ekki fá þetta sem gjöf? Nei, ég mátti þeim ekki flytja þetta út. Já. Ef ég skil rétt. Og það eins með ísbjarnaskinnið að við hefðum ekki mátt kaupa ísbjarnaskinn af þeim, þó við gætum það. Já, nú ekki svo? Með ekki flytja þetta út. Já. Ertu heillaður af Grænlandi eftir ferðina? Eða þessar ferðir? Já. Ég ekki nokkrum af ef ég væri svona töluvert yngri að þá væri ég alveg til í að detta í Grænland. Er það? Já. Hvað myndirðu gera? Ég fara víðar að Grænland er náttúrulega ævintýralega stórt land og hérna og við erum náttúrulega bara búin að sjá lítið brot en hérna þetta bara svo heillandi, þetta landslag og þessar andstæður og þessi svona stórfengleiki, hrikaleg náttúra. Já, ég var alveg til með þessa reynslu og þekkingu sem maður hefur í dag var ég alveg til í að detta í dellu fyrir þessu. Ég var auðvelt með að fá dellur, sko. Og gott fólk? Já, við upplifðum ekki annað, sko. Hvað fenguð að borða? Við fengum nú þegar við fórum með veiðimönnunum út á ísinn í hundasleðan, þá fengum við nú meðal annars ísbjarnakjöt. Fóruð þið með þeim á sleða? Já, á hundasleða í 4 daga túr, sko. Og hvernig var sofið? Já, við tjölduðum nú og vorum í svona veiði skúr einhverjum. Það var nú allt í lagi þannig lagað. Hvað voruð þið margir eða mörg? Við fórum 5 hérna frá Íslandi, kallar, sko, skútukallar.
Og svo voru þeir, fjórir eitthvað svoleiðis sem við fórum með á, við fórum á 3 hundasleðum með einhverja 50-60 hunda samtals, sko. Já, og svo bara setjum þá og þeir hlaupa bara? Já. Þetta var bara... Út Tjörnina? Já, þannig lagað, þetta er náttúrulega óhemmi stórt alltaf þegar við vorum fórum við yfir einhver fjöll og niður einhvern skriðjökul eða út á ísinn eftir ísnum. Já. Allur gangur á því. Já. Það var svona heilmikið ferðalag, sko. En þið tjölduð? Já. Það var nú eiginlega miklu betra að vera í tjaldi. Við vorum með ísbjarnaskinn undir okkur og var nú eiginlega betra að vera í tjaldi heldur en inn í þessum skúrum, sko. Já. Þeir voru ekkert sérstakir, sko. Eru þeir þá með allt einmitt svona, sjá fyrir öllu verðandi það að geta sofi og þess áttar? Já. Kom okkur endur á óvart hvernig klæðnaðir þeir voru. Þeir voru allir í einhvern veginn svona, voru velklæddir en þeir voru í svona einhverjum gömlum vinnugöllum eða jökkum eða eitthvað. Við vorum í miklu betri fatnaði heldur en þeir, sko. Já. En við vorum með góða svefnpoka og þeir líka og sauðnautaskinn eða ísbjarnaskinn til að liggja á. Þannig að það var allt í lagi, sko. Fyrst ekkert að hafa neitt, var kannski ekki keyptir einhvern lítinn fallegan hluti sem kom með heim? Nei, það er nú þarna í þessu þorpi, þetta er náttúrulega bara 200-300 manna þorp. Þetta veiðimannasamfélag, algjörlega. Já. Danir fluttu Grænlendinga þarna upp eftir nauðungaflutningum á sínum tíma frá Tasiilaq-svæðinu var fólk fluttað upp eftir og þá voru Danir að reyna að helga sér þetta land. Þá voru skoskir og norskir hvalfangarar sem voru að koma þarna upp eftir. Sá að þarna var ekkert fólk og þá töldu þeir að þeir gætu helga sér þetta land. Þannig að Danir voru þarna með danska landkönnuði og svona heimskautafara og fengu þá til að vera svona leiðangurstjóra og tóku Grænlendinga þarna af Tasiilaq-svæðinu miklu sunnar. Fluttuðu þarna upp eftir til að helga sér þetta land. Þannig að þetta þorp í raun og veru hefur svolítið dagað uppi þarna síðan og kannski hefur ekki sömu þörf eins og var þá. Já. Varðandi landið. Þannig að ég er alveg viss það af eins ég þekki pólitíkina að Danir væri kannski alveg til að leggja þetta niður, sko. Já, heldur það? Ég er svona ímynda mér það, sko. En þú eins og þú segir, sko, ef að þvottavélin bílna þá voru bara sett út fyrir og keypt ný. Já. Kaupa þeir það þá? Ég held þeir kaupi það nú alveg. Þeir þurfa nú alveg að gera það, en hún kemur þá ekkert, sko, fyrir með næsta skipi. En þegar þeir eru svona, sko, norðarlega, hvernig eru þá samskipti? Hvernig hafa þeir einhverja aðstöðu til þess að fara og kaupa eða versla? Það er náttúrulega ekkert bara að panta og fá þetta með næsta skipi. Og það er eftir nokkra mánuði? Það er eftir nokkra mánuði. Ég er hættur með að væri nú farið að kvína í okkur ef að þyrftum að bíða sko, í 5 mánuði eftir að fá lít sjónvarp eða nýja þvottar. En er ferðamennska þarna? Hún er aðeins að byrja. Það er að félagar mínir höfðu farið þarna áður upp yfir á skútu og þá voru þeir einir í heiminum. En núna er til dæmis norðursiglingar farin að bjóða þarna upp á ferðir Scoresbysund yfir sumarið, eða yfir haustið. Það er svo mikil ís þarna yfir sumarið fyrir partinn. Og það er að koma fleiri svona heimshorna siglarar er að koma þarna upp yfir, þannig að það er aðeins að byrja. Aðeins að byrja. Já, þannig að þú ert sko eins og menn segja að þú ert húgt á Grænlandi. Já, ég á eftir að fara aftur. Er það ekki? Jú. Já. Fer konaðin ekkert með í svona ferðir? Hún fór ekki með til Grænlands, en jú, hún hefur náttúrulega, en það hefur það kannski ekkert gengið upp að vera með svona ferða áhuga ef hún fylgdi ekki með og hefði ekki áhuga og fjölskyldan, jú. Hver er konaðin? Hún heitir Ásdís Helgadóttir. Já, hvað er það börnum? 2. Og á hvað aldri? Eruðu 30 rúmlega, eða 30. Já. Ég þarf að rekna þetta, sko. Já, en sko, hún ferðast með þér? Já, hún hefur ekkert gaman að vera í einhverju sleðaferðum, í einhverju harki. Hún hefur meira gaman að fara í sleðaferð svona þegar veðrið er gott og fara í einhver ferðalög. Á jeppa erum við náttúrulega búin að ferðast saman og veturnar líka. Það er svona heldur einfaldara. Já, er eitthvað á planinu núna upp á Hollandi eða þess áttar? Já, það er alltaf á planinu að gera eitthvað og stóðu nú til að fara síðustu helgið. Við höfum farið svona nýársferð þegar við höfum reynt að fara en það þarf náttúrulega auðvitað að viðra. Já. En það er eins og ég sagði áðan að ég á ekkert mikinn afgang kannski að frítímanum í þetta núna. En það kemur. Hefurðu önnur áhugamál? Já, ég veiði dálítið. Ég er nú mikla veiðidellu, svona stangveiðidellu. Grænland? Já, það var reyndar, við fórum nú með veiðistangir í það. En
Árnar sem við veitum silung, það var ekkert mál, það var alveg nóg á honum, en við verðum að veiða hann í net því að þetta voru svona lækirnir sem við ætlum að veiða í kringum, voru svo skollitaðir af jökulleysingu. Já. Að það var einhvern veginn var ekki að virka með flugurna þar, sko. Við hefðum þurft að komast í svona meiri ferskvass eða bergvass á hreina, en það var nægur silungur sem að það þurfti ekki að hafa net þarna nema augnablik, sko. Já. Og veiður hér heima? Já, aldrei nóg náttúrulega. Ertu að frekar í silungsveiði eða lax? Já, það er svona bæði, ég er svona meira, ég var meira í silungsveiði en ég er svona dottinn meiri í laxveiði í dag. Ég veit að sko, faðir þinn var sjómaður. Já. Hver var hann? Sigurður Jóhannsson, skipstjóri. Skipstjóri, lengi, fórstu með honum á sjó? Já, ég var á sjó svona yngri árum, þá ég byrjaði nú reyndar ekki hjá honum en ég var síðan með honum á sjó, já. Mamma þín? Svanfríður Júlíusdóttir, hún var verslunarkona. Og hvaðan kemur þetta fólk? Já, pabbi er uppalinn úr Hrísey og mamma á svona ætti sinni að rekja til Siglufjarðar. Hún reyndar fæddist á Flatey á Skjálfanda og missti foreldri sinna mjög ung, þannig að hún þurfti mjög ung að sjá sig sjálf, þannig að hún átti á svona ættingjan á Siglufirði en svo bjó hún lengst af hér. Já, Smári, tími líður svo hratt og svo margt sem maður þarf að tala um. Sko, það eru björgunarsveitamálin. Þú ert búin að vera í björgunarsveit í áratugi. Já, ég er búin að vera í þessu cirka 40 ár í björgunarsveitinni og þetta kannski kom nú að því að ég byrjaði í skátunum ungur. Var heppinn að ánetjast skátunum og koma svona bragðið með útilíf og ævintýr og það svona leiddi eitt af öðru að maður fór upp í hjálparsveitina, vildi taka næsta skref. Já, og nú ertu formaður Landsbjargar? Já. Í hverju felst það? Já, í hverju felst það ekki. Þetta er svona eins og kannski í vinnunni, ég er meiri skrifstofubjörgunarsveitamaður. En þetta er risastórt félag með marga félaga og mjög víðfemt. Við rekum björgunarskóla, við erum með slysvarnaskóla sjómanna, við erum með björgunarsveitir og slysvarnadeildir og við erum með úlingastarf og við erum með alþjóðasveit. Þannig að þetta er mjög svona víðfemt að halda utan um þetta. Já, þetta er sko, ég má ekki segja að þetta byggist allt á sjálfboðastarfi. Jú, ég náttúrulega í þessu starfi þó þetta sé nú nánast svona alltaf því fullt starf að vera formaður í þessu félagi, ef maður ætlar að sinna þessu, þá ég bara sami sjálfboðaliðinn og hinnir. Já. En við erum hins vegar með starfsfólk á höfuðstofunum okkar sem kannski launað auðvitað. Já, í vinnu þar. Í vinnu, já, svona halda utan þessar stjórnsýslu í þessu. Þetta er gríðarlega mikið mál. Já, og ég held í raun og veru að Ísland yrði ekki á vetursetjandi án Slysvarnafélags Landsbjargar. Já. Ég held að það sé mjög einfalt að útskýra það. Nú ertu örugglega búin að kynna þér þetta sko hvernig þetta er í annar staðar, í öðrum löndum. Er einhver stað svona öflugt starf eins og hér? Það er náttúrulega víða mjög öfluga björgunarsveitir og við finnum svona sjálfboða mennsku í björgunarstarfi en það er þá oftar en ekki bundið við bara einhvern ákveðið verkþátt í björgunarstarfi. Já. Ég held að við finnum hvergi svona víðsamtök sem að gegna svona mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Það er bæði leit og björgun á landi og sjó sem við erum, síðan allar þessar slysavarnir og forvarnir. Ég held við finnum það hvergi svona hliðstæðu á svona víðfemu starfi innan þess, eins og innan okkar félag. Hvar stæðu við ef við hefðum þetta ekki? Já, ég segi bara, Ísland yrði ekki á vetursetjandi án okkar. Því að við erum það stór klekkur í almannavarnakeðju landsins. Já. Og við höfum ekki her og við höfum mjög fámennt lögreglulið. Þannig að ég held bara að við erum ekki að væla, ég held að þetta sé bara partur af þessari þjóðar. Þetta hefur þróast í þessa átt. Þróast í þessa átt og ég held við séum bara góður í vegferð, við þurfum að bæta margt og við hefum kannski viljað hafa margt öðruvísi. En ég held að þessum málum sé bara vel fyrir komið eins og þetta er í dag. Og styrkurinn ykkar felst kannski mest í því að við kaupum flugveldan af ykkur? Langmestu leyti. Að langmestu leyti. Opinbert fé er bara brota rekstrar fé félagsins og björgunarsveitanna. Það kemur, það er bara smá brot sem er opinbert fé. Já. Og þú ætlar að halda þessu áfram? Það er þing í vor. Og þar verður kosin ný forista og við sjáum hvað setur. Uppáhaldsstaðurinn á fjöllum, síðasta spurning. Skálinn í Gæsavatnum sem ég hef nú haft verið partur af að endurbyggja. Já.
er mér mjög kær en þeir eru svo margir þessi staðir sem að mér þykir vænt um og fallegir. Svona ef ég ætti að skjóta svona út fyrir Gæsavötna þá er það í Kverkfjöllum, þar að segja uppi á Kverkfjöllunum, upp á jöklinum í Hveradalum þar. Já, það er svona, já, hann er ansi töff. Þetta eru staðir sem aðeins vélsleðamenn og fjallagarpar heimsækja. Já, það eru margir staðir til svoleiðis, já, en þetta er einn af þeim. Já. Smári, það er myndataka. Það er loka athöfnin í þessu viðtali. Kemur ljómandi vel út. Það var ánægjulegt að spjalla við þig og hefði verið svo sem tími til að spjalla um margt annað. Þú kemur kannski seinna. Takk fyrir. Takk fyrir.